Já, eitt vinsalasta vídeóið hjá mér til þessa vídeóið það sem ég spyr einræðisstjórn á Íslandi og þar fer ég yfir plagg frá John Rowland og og ég datt niður á annað plagg sem ég hefði gaman að lesa fyrir ykkur því það greinlega áhörfundur Frelsi TV hafa gaman að þessu og það skjalapakki sem að heitir Silent Weapon for Quiet Wars sem ætti þýða á íslensku hljóðlaus vopn fyrir þögul stríð og þessi skjöl átti að hafa fundist í ljósritunavél sem einhver keypti á einhverju flóamarkaði eða eitthvað slíkt. En það kannski skiptir ekkert alveg máli og það var sama með þegar ég var að fara yfir frímúrregluna og þegar ég var að fara yfir og enn að fara yfir skjölin frá síónistum. Þá byrja menn alltaf að tala eitthvað, já þessi skjöl ekki til og þetta ekki frá þessum eða ekki hinum og þetta allt saman bara eitthvað rugl og eitthvað vitleysa og það engin leynifélög til, þau eru öll bara hugaburður. En hins vegar fer maður alltaf að spurja sig að ef það satt, þetta allt svona mikið rugl og vitleysa, af hverju þá heimurinn að byggjast upp nánast nákvæmlega eftir þessum skjölum? Og á meðan að enginn svarar þeirri spurningu þá líti á að það sé nú eitthvað að marka þessi skjöl. Og þessi handbók hljóðlaus vopn fyrir þögul stríð svolítið merkilegt skjal. Það sagt að þetta skjal hafi verið lagt fram á Bilderborgarfundi 1954 á fyrsta fundinum sem að þar og þetta merkt top secret og allt það og ef við kannski bara rennum aðeins yfir þetta þá tala fyrst þá sem eru velkomnir borð og þeir byrja bara svona aðeins á því að bjóða starfsmenn sína velkomna eða þeir sem ætla að framkvæma þessa áætlun og þeir tala að til þess að leysa vandamál nútímans þá þurfi miskunnarlaust að ganga til verks með engar áhyggjur af trú, móral eða að siðferðis eða þjóðlegum gildum eða þeir eru að tala að ef að þú ert manneskja, hluti af mannkyni, þess vegna oft talað glæpi gegn mannkyni, að við höfum ákveðin element sem eru svona góð, sem við teljum góð element. Þessir aðilar þeir fyrirlíta góðmennsku fólks og þetta mannkyn sem 99% mannkyni telur mikilvægt. Þetta fólk fyrirlítur það og fyrirlítur fólk sem heldur þessum gildum. Þannig að það byrja bara strax í fyrsta kafla. Svo talaður að þeir vilja stýra heiminum. Þeir vilja stýra heiminum bara með einum hnappi. Þeir vilja íta á einn hnapp á tölvunni á sér og þá deyja 10 milljónir manna. Þá bara deyja 10 milljónir manneskja. Og þeir tala að þeir hafi styrt Rockefeller Foundation og fleiri að þetta hafi verið unnið í Harvard og þetta þess háskólar sem að vinna þessum verkefnum að búa til þessar áætlanir og síðan talaðir reyndar og þetta skrifað 1954 að þeir tala að það sé ekki langt í að almenningur átti sig á þessum áætlunum og sjái í gegnum plottið. Þess vegna eru þeir núna til dæmis að beita öllum þessum eiturefnum í mat og bóluefnum og í chemtrailunum og
og í vatninu til þess að reyna að svæfa fólk frá því uppkvöta í hvers konar bulllandið, bullheimi fólk býr í, hvíleikum blekkingum fólk býr í. Og síðan byrjaði á því hérna að tala orku, energi og hérna þeir líta á fólk sem svona bara rafeind eða orku einingum og þeir tala að það sé ekkert að meta fólk í dollarum af því að dollarinn svo ótraustur gjaldmiðill en þeir meta fólk í silfur einingum sem aðeins traustari eining og þar kemur til dæmis þessi hugsunin í öll fyrirtæki það sem þeir tala human resources þessast mannlegan forða og við vitum að til þess að framleiða í framleiðslu fyrirtæki þá ertu með lager og hráefni þú ert með húsnæði og svo ertu með lager af einhverju fólki að þeir líta á fólk sem bara eins og 3 járnstangir og 3 manneskjur þeir gerir engan greinamun á því og síðan segja þær hérna eina setningu sem mjög merkilega þeir segja öll vísindi eru sem sagt aðferð til að ná ákveðnum markmiðum og eina markmiðið að hafa stjórn eða kontról eins og ég hef sagt í öðru vídeói að þetta eru fullkomin kontrólfrík þetta lasi fólk og hérna og þeir tala líka hérna að þeir eru sammála það að þjóð eða hnöttur af fólki sem hefur enga hugsun er ekki intelligent eða sem sagt klárt að það ekkert merkilegra heldur en húsdýr og þetta, þið sjáu það svo merkilegt í þessum öllum skjölum sem ég var að vitna í að þeir koma alltaf að þessum sömu punktum og það ákveðið samhengi í öllum þessum ritum sem náttúrulega svolítið skeri og hérna segja líka að það sé ákveðið sagt, flæði á eignum og þeir vilja ekki að vitleysinshúsdýrin eigi snefil af eignum og hérna þeir fara að tala að sem sagt þjóðfélag sem við búum í sé í raun hægt að reikna út eins og rafmagnsfræði eða flugvélaverkfræði að það sé ekki mikill munur á því að reka þjóðfélag og finna út úr því hvernig þjóðfélag virkar eins og bara að hanna flugvél finna út úr því hvernig flugvél virkar eða finna út úr því hvernig rafmagnstabla virkar í húsi eða tölva virkar og að þetta skrifa 1954 já, þeir segja hérna að sem sagt eins og í rafmagnsfræðinni að segull kapital banka eins og bankaiðnaðurinn og iðnaðurinn sem sagt hrávörurnar, hveiti, olía og allir slíki markaðir og þeir eru að tala það að þessir markaðir þurfa að vera fullkomlega fyrirsjáanlegir og stjórnunarlegir. Þeir vilja stjórna fullkomlega hvernig verð færast upp og niður. Og við sjáum það að núna að koma fram hneyksli eftir hneyksli, það sem að LIBOR-vextir hafa verið falsað, það bara staðfest. Það verð á gulli er stórlega falsað daginn út og daginn inn. Verð á hveiti, verð á olíu, öll verð á alþjóðlegum mörkuðum er stjórnað af þessum öflum. Og til þess að ná fullkomi valdi á efnahag er mjög mikilvægt að lágstéttin af fólki í þjóðfélaginu verði undir fullkomnu stjórn. Það að segja housebroken,
það sé búið að húsvenja fólk, þjálfað og komið undir ok í nokkuð skonar langtíma þjóðfélagsverkefnum eða sé fólki sé komið á sinn stall sem allra fyrst áður en að það nær að mynda sér skoðun á lífinu almennt og uppkvætti sjálfstæðið sitt og svona eiginleika sína. Og þess vegna talaður það hérna líka að lágstéttar fjölskyldum verður að splundra. Og svo talaði líka það að gæði menntunar sem að lágstéttin fær verður að vera af verstu tegund. Og þetta eru lykilatriði til að halda 99% af fólki sem þrælum. Nú síðan halda þeir hérna fram og þeir segja að þess að þöglu vopnin að í staðin fyrir að nota kúlur, byssukúlur, þá eru notað gagnaflæði, tölvufræði og í staðin fyrir sprengingar þá eru notaðar tölvur, aftur talaðum það. Og í staðin fyrir að nota byssupúður að þá nota þeir forritara og síðan halda þeir áfram með í staðin fyrir herforingja þá nota þeir bankastjóra. Þessi þögluvopn eru hljóðlaus, þú sérðu ekki, þú veist ekkert þau og hérna en hins vegar er niðurstaðan nákvæmlega svo sama eins og eftir hernað og við vitum að markmið með hernaði ástæðan fyrir að þú ræðst inn í eitthvað land er ekki til þess að þegnar landsins njóti þinna gæða eða komist á velferðartekka hjá þínu ríki, nei, það er til þess að ræna landi sem þú ræðist á öllum auðafum þeirra fyrir þitt land. Þannig að það er markmið með stríð er alltaf hagsmunir þess sem að ræðist á eitthvað og það er enginn sem fer í stríð til þess að tapa hagsmunum, það hljóta allir að sjá það, meira sem þótt er að fara í gegnum þetta lélega menntakerfi sem að tala Og síðan talaður hérna að almenningur getur ekki ímynda sér þessa vopnatækni sem þeir að þróa með sér. Fólk getur bara ekki komið í hugan hjá sér. Og þá sjáum við bara til dæmis ástandið á Íslandi að fólk bara veit ekki hvað hefur gerst. Það sér bara þúsundir fjölskyldna hafa tapað öllum heimilunum sínum, bankastjórar bara margfaldast í launum. Það bara almenningur veitir en ekkert hvað hefur gerst nákvæmlega eins og þau lýsa hérna að þessi vopn eru þögul og almenningur veit ekkert hvað hefur gerst já, hérna staðfæðist að þetta einmitt, þeir segja almenningur finnur að það er eitthvað ekki í lagi, almenningur finnur að það er eitthvað í lagi og það er lykillinn, tæknilega eðli þessara þögluvopna er að þeir get ekki einu sinni tjá sig á eðlilegan hátt hvað hefur gerst. Fólk getur ekki einu sinni sagt, fólk á ekki til orð yfir hvað hefur gerst fyrir þjóðfélagið þeirra eða lífið þeirra eða heimilið þeirra. Og þess vegna getur fólk ekki sótt sér hjálp eða varið sig og stendur uppi algjörlega varnarlaust. Nú, er vitnað í hinn fræga mann Meyer Asmel Rothschild
sem sagði gefðu mér stjórn á þjóðar á gjaldmiðli þjóðar og mér nákvæmlega sama hver löggjafasamkundan og Rothschild fann uppskrift sem hefur alltaf gert hann og hans fjölskyldu að ríkustu fjölskyldu heims. Sjáðu þið það hefur að segja þér í fjölmiðlum að Bill Gates ríkasti maður heims, hann bara smákall við hliðina á Rothschild sko. Og hann ekki einu sinni talið með í hjá þessum fjölmiðlum sko. Og hann uppgötaði aðferðina með gjaldmiðla, hvernig þú notar klósettpappír, þú prentar á bara klósettpappír einhverja tölur og síðan plataru fólk, almenning og þjóðir til þess að skipta á þessum klósettpappír og raunverulegum verðmætum. Og hann fullkomnaði tækni við að framkvæma þetta. Og þetta skjal útskýrir aðeins þessa tækni og fer í svona aðeins meiri dítel að því hvernig þetta framkvæmt. Og ég vona að ég komið í nokkurn veginn frá mér, þetta svolítið, mörg atriði eru svolítið flókin en ég sitt linkin á þetta skjal þannig að þið getið lesið það bara sjálf. Já, fara þeir aðeins í að útskýra allt sé orka. Allt í þjóðum heimsins eða þjóðfélag orka. Þú ert raun að skiptast á orku. Og hann byrjar að tala það að almenn orku konsept eru sem sagt væntanleg orka sem geymd til dæmis rafgeymir. Það orka sem að geymd orka og þá komum við inn á til dæmis þessi hveitibirgðir og eitthvað slíkt sem hefur áhrif á markaðsverð og síðan talaður hreyfiorku, það eins og svinghjól og eitt orku element sem að sitta almenningi að fólk fast á svinghjóli vanans, það ákveðin orka, fólk bara fast á hjólunni eins og hamstur og það hleypur bara og hleypur en fer ekki neitt. Og síðan talaður orku sem friksjón eða mótstaða og þá þeir að tala þá þeir að tala eins og í rafmagnsvírum, það ákveð mótstaða í rafmagnsvírum en hún flytur orku. Og kemur þetta kannski betur út, þeir tala númer 1, þessi geymslu orka, það eins og kapital, peningar. Númer 2 þessi hreyfiorka, það eins og vörur, flæði af vörum. Og síðan talar þessa núningsorku, það eins og þjónustu orka og þar kemur fólkið inn. Og út frá þessu öllum þessi rafmagnsfræðin byggð á eða flugverkfræði byggir í raun á þessum einföldu orku einingum eða tegundum af orku. Og þeir segja að það þarf í raun ekkert að útskýra það neitt betur, þeir geta bara lesið flugverkfræði eða rafmagnsverkfræði og þá vitið nákvæmlega hvaða verkfræði notuð í social engineering eða þjóðfélagsverkfræði. Og síðan talaði nánar þessa uppgötun herra Rothschild. Og það sem að Rothschild hafði uppgötað var þetta principle of power, influence and control over people applied to economics. Að þegar þú gefur í skyn að þú hafir ákveðið vald, þá mun fólk gefa þér þetta vald að lokum. Þessna allir svona frambjóðendur til alþingis og eitthvað slíkt
að þeir tala og koma fram eins og þeir hafi vald og það endar það með því að fólk gefa þeim valdið og þetta er ákveðin innsýn inn í mannlegt eðli og Rothschild uppgötvaði að hann getur skrifað á klósettpappír einhverja tölur, dollarar til dæmis, evrur, sænskar krónur eða norskar krónur eða íslenskar krónur. Rothschild uppgötvaði það að hann getur tekið bara klósettpappír og skrifað á þennan klósettpappír 15 trilljón dollara eða bara hvaða tölu sem hann vill og með því að láta fólk trúa því að það standi verðmæti á bakvið þessa klósettpappírsnepla að þá getur hann plata fólk til þess að gefa líf sitt, gefa tíma sinn, gefa börnin sín, allar eigur sínar, framtíð sína í skiptum fyrir svona klósettpappírsnepla. Og þetta er stóra uppgötvunin hjá honum. Og þetta byrjaði með því að fólki var talið trúum að stæði gull á bakvið þessa seðla. En þá var kannski einn seðall á móti einu gulli. Þeir breyttu því strax í að þeir sögðu fólki já, það er þannig að ef þú ert með einn seðil í hendinni þá er eitt gull á móti einum seðli, 1 gramma gulli, einhver mælikvarði. Og síðan fóru þeir út í það að lána bara 10-falt, 100-falt eða 10.000-falt svona seðla gagnvart einu gulli. Sem þýðir að það var ekki einn seðill á móti einu gulli, heldur var bara 1.000-asti af gulli á móti einum seðli. Þannig að þetta er skipulegð glæpa blekkinga starfsemi. Allt fjármálakerfi heimsins er skipulegð glæpa starfsemi. Byggð á þessum einföldu prinsipum. Og og sama gildir með ríkisstjórnir. Rothschild, hans stórvirki er það að honum tókst að plata ríkisstjórnir heimsins líka inn í þetta rugl Þannig að allar skuldir Íslendinga eru bara blekkingar. Íslendingar, þetta er bara rugl Og reyndar allar skuldir heimsins eru svolítið bara klósettpappírs ringiða. Og ekki nóg með það að hann lánar fólki klósettpappír, heldur lánar hann fólki klósettpappír með vöxtum. Hann lánar ekki neitt en heimtar og borgi vexti til viðbótar. Og og þeir talaði í þessum fræðum að pappír er eins og leiðari sem leiðir orku. Sem að við sjáum að þessi bankar á Íslandi sem eru allir undir stjórn þessa valds sem er talað og þið getið séð vídeóið mitt hvað Íslendingar hafa mætt á Bilderberg-grúpunar til dæmis. Þannig að það er bein tenging til Íslands og þið sjáu hvernig bankarnir eru bara eins og rafmagnsvírar í Ísland og draga allt til sín, allar eignir Íslendinga og líf þeirra jafnvel. Og aðferðin sem að Rothschild notar er að hann prenta og er notuð á Íslandi líka, Seðlabankanum og þetta er stundað heim á Íslandi líka á nákvæmlega sama hátt. Og aðferðin sú er að prenta alveg gríðarlega mikið af peningum, það bara flæðir allt í peningum, allir eru að kaupa hús og bíla og alls konar drasl, en bankanir eru alltaf með veð fyrir öllum eignunum. Og það sem er að gerast í slíku ástandi er að það verið að skipta á klósettpappír og veði í eignunum, raunverulegum eignunum. Og og síðan er minnkað magn peninga í umferð. Það voru kannski 10.000 peningar í umferð og svo er allir bara minnkanir í 1.000. Þannig að það er miklu erfiðara fyrir fólk að ná sér í pening eða klósettpappír til þess að borga skuldir sínar. Og aðtöðu það voru aldrei, þessi peningar voru aldrei til. Fólk skrifaði kannski upp á 10 milljón króna lán, en þessi peningur var aldrei til.
það var aldrei neinu verðmæti sem var verið að lána fólki. Og þetta er svo mind-blowing eða hugarsprengjandi blekking að fólk bara það er náttúrulega útilokað fyrir fólk þegar fólk fær bara taugafall þegar átt að sjá því hvers konar rugli það lifir í og og þetta er svo mikið blekking að það halva væri nóg. Nú, ef við förum að fara aðeins dýpra inn í þessi fræði og ég er nú búin að, held ég strax í þessu vídeói kasta nokkrum hugarsprengjum til þín, að þeir ganga ennþá lengra. Þeir fara að stunda þjóðfélagsverkfræði og þeir fara að eins og með flugvélar og í flugvélaverkfræði þá er flugvélar settar í gegnum ákveðin stresstest eða álagspróf er að kalla og þá gera það bara módela flugvél og síðan bara láta þær eða sitja þær í vindgöng kannski og fara að sjá ef það er svona mikill vindur sem að fer yfir vængina þá byrja þær að víbra sem þýðir að flugvélin mun brotna í sundur og svo fara þær að stilla allar skrúur og þetta er bara starffræði, þetta er bara verkfræði að læra þetta og sama með byggingar að þú með bara steypu allar að finna út hvað þú þarft að setja mikið að járnum í steypu og þá byrjar bara að vera með 20 cm steipuplanka og svo setur 100 kíló á hann og það heldur og svo í 300 kíló það brotnar steipuplankin, þá setur 1 járn eða setur eina seri á járnum og þá sér þú getur sett 15 sinnum meira álag á steipuplankan og svo pröfar kannski að setja annað munstur á járnin eða þú fer að reikna út alls konar breytur og svo á endanum finnur bestu lausnuna við að styrkja steypu eða styrkja flugvél eða búa til þvottavél sem eyðir minnstu rafmagni eða hvernig sem það er. Og það er það sem þetta fólk hefur gert að það hefur tekið þessi verkfræði og er búin að rannsaka núna þjóðfélag eða social engineering, þjóðfélagsuppbyggingu og það er búið að stresstesta eða álagsprófa þjóðfélag og þeir fara eiginlega nákvæmlega í hvernig þetta er framkvæmt. Þú hækkar verð á olíu þrefalt og þá fara allir vörubílstjórar að trillast. Þeir bara, eins og við sáum að gerast á Íslandi, olíuverðið þrefaldaðist og þá bara trilltist allir vörubílstjórar og leigubílstjórar þannig að þannig er bara með Sviss sem þeir geta breytt leiðu þeir breyta olíuverðinu og þeir geta breytt í bara í gegnum tölvunar hjá sér og og síðan sjáum við að til dæmis þegar að verð á hveiti var hækkað 2-3 þá byrjaði beltingar í alls konar löndum það er alveg ljóst til dæmis það er trigger í þessum arabalöndum það er mataverð til dæmis og síðan gengur þessi elita land úr landi og pröfar allar þessar breytur og sér viðbröðin og þeir eru orðnir það klárir í þessu að þeir geta nánast bara stýrt þjóðfélaginu til þess að fá þeir hækka verðið á þessu og þá trillist þetta fólk þeir lækka verðið á alkóhóli þá koma mikil alkóhólsvandamálið en þeir bara geta stillt þjóðfélagin eins og þeim sýnist og síðan talaður náttúrulega með þessari gríðalegi tölvuvæðingu þá hafa þeir alltaf náð lengra og lengra með stjórnunum og þessna eru þeir líka til dæmis þeir vilja eyða peningum þið sjáu það allstar í heiminum í dag þá er verið að hvetja fólk til að nota kreditkort og það er verið að reyna að eyða peningum af því að þeir hafa ekki stjórn á því já og síðan talaður þeir tala að vandamáli við að jafnvægi stilla efnahagskerfi að það er of mikil krafa það er of mikil græðgi og það er of mikið af fólki og þeir tala að social welfare program eða svona
svona velferðarkerfi sé raun opin skuldahít að það er ekki hægt, segja þeir, að reka þessi velferðarkerfi sem að verið að alltaf að reyna að byggja upp og þeir tala hérna og þarna ofboðslega mikill lykill að þeir tala þessi endalausa krafa fólks velferð, heilbrigðiskerfi og og að stóri pabbi passi mig og ég lendi aldrei inn einum vandræðum og að ríkisstjórnin hugsa alltaf fólk. Þarna nærðu valdi yfir lýðnum, yfir almenningi í gegnum þessa sjúku kröfu í raun. Og við sjáum til dæmis núna eru á Íslandi og reyndar víðar, nú að byrja hugmyndir það, þeir sem eru á, sko það náttúrulega búið að hertaka íslenskan efnahag, það búið að klessukeyra hann í fullkomnan köku og hluti af þessu dæmi að keyra niður þetta atvinnuleysi eitt lykillinn í þessu líka og fólk virðist vera alveg tilbúið bara að gera stöymingjar fyrir og það náttúrulega allt þetta flúor og allir þessi eiturefni ekki hjálpa til við að fólk standa upp og fara að gera eitthvað sjálft. En þessi öfl vilja að fólk sé bara aumingjar á velferðartékkun og þið sjáu að núna farið að gera kröfu það að fólk fari í einhverja nauðungarvinnur, einhverja svona þrælabúðir á að fara að opna og svo megi býðið bara það fara að koma fram kröfur það þeir sem að þú færð ekki atvinnuleysisbæturnar eða velferðarbæturnar frá bænum nema þú taki bóluefni og þeir tala hérna að þetta liðir alveg inn á þessar línu að eyða 7 billjónum manneskja taka mannkynnir í 500 milljónir. Þannig að það er svona sem þetta gert. Að fólk, það gjaldmiðillinn sem raun bara klósettpappír. Fólk alveg bara inn í einhverjum klósettpappírs heimi. Bara já, 50 skall inn á bankareikningum eða 50 milljónir eða 500 milljónir. Þetta allt saman bara klósettpappír. Og við sjáum bara í Kýpur og það var bara sagt í daginn bara, þið eigið enga peningina. Eða við tökum bara helmingina peningunum ykkar. Þannig að fólk á í raun ekki neitt. Eða á peningibankanum það átt ekki neitt. Og einu verðmæti sem skipta máli áþreifanleg verðmæti. Og síðan fara þeir aðeins í rafmagnsfræðina og útskýra hvernig flæði þjóðfélags og verkfræði, þjóðfélagsverkfræði nákvæmlega sama og rafmagnsverkfræði. Og fara þeir líka aftur yfir þetta sjokktesting eða álagsprófin og þá voru að tala verð á kjöti, kaffi eða hvað sem og og þeir eru líka að tala útreikninga þar sem þú getur nákvæmlega séð að til dæmis þegar Ísland keyrt svona í klessu eins og var keyrt í klessu að þá getur þú séð viðbrögðsfólk hvað eru margir sem fara í sjálfsmorð, hvað eru margir skilnaðir, hvað eykst drykkja mikið. Þetta allt saman hlutir sem að þeir mæla til þess að hafa fullkomin kontról á þjóðfélagi. Og þetta ótrúlega köld vísindi. Þetta eru óbúslega köldrifið vísindi. En maður verður samt líka að spurja sig, eitthvað til í þessum vísindum? Ég veit að ég svo mikill kjána, ég trúi á hið góða í manninum og hið góða í mannkinni og allir dýrin í skóginum eigi að vera vinir. En hins vegar verðum við aðeins átt okkur á hvernig hegðun fólks almennt. Fólk lætur bara fara með sig eins og einhverja beljur á túni eða rollur í girðingu. Sko, fólk verður aðeins að taka ábyrgð á sjálfum sér og herða sig í að vera manneskjur. Og þeir tala það einmitt á einum stað að það sé mjög mikilvægt að þegar að fólk kemur út úr móðurlífinu eða eftir fæðingu og við veitum að í móðurlífinu þá bara næringin kemur inn á naflan og þetta ofsalega þægilegu staður að vera á og svo fer ekki eftir fæðingu sem bara blóð, öskur og læti
og manneskjurnar þurfa alltaf að hafa þessa sjúku þörf að komast alltaf í móðurlífið aftur í lúxusinn og þeir tala það hérna, það svo mikilvægt að koma fólki sem allra fyrst í gerfi móðurlíf sem að ríkið passar þig og hafði ekki áhyggjur og allt slíkt. Já, hérna talaði líka hans í meiri smáatriðum aðferða hluti og þeir tala að ráðast á huga fólks að eyðileggja hugar styrk fólks og tala aftur að gefa lélega menntun í starffræði í rökrænni hugsun í að system design eða kerfisuppbyggingu efnahagsmálum og svona tæknilegu sköpunar hugsun og skólakerfið kerfisbundið upp alveg upp í háskólan og masterskráðunar. Þetta kerfisbundið byggt upp til þess að gera fólk að fávitum og aðduð það elítu fólkið, þeir sem í elitinni fara í allt aðra skóla, þeir fara í einkaskóla það sem bara allt önnur vísindi kenna, allt önnur saga, það á ekkert sammert þarna á milli. Og þeir tala hérna að höfða til tilfinningafólks, að auka svona sjálfselsku og svona að fólk viti í raun ekki það sé ekki neinu tengslum við sjálfan sig eða raunveruleika sinn. Það bara svona í einhverjum tölvuleik, lífið þeirra bara tölvuleik eða á Facebook eða eitthvað slíkt. Og að endurskrifa söguna og lögin. Þannig að fólk ekki neinu tengslum við mannkynssöguna. Það hefur enga möguleika á því að læra af reynslu kynslóðana og að lögin séu skrifuð þannig að fólk botna ekkert í lögum. Það veitur henni ekkert hvað lög eru eða hvað lögin að segja. Og við sjáum bara allir að þegar fólk vil fara í Evrópubandalagið að bara grunnsáttmáli eða grunnlög Evrópubandalagsins eru 170.000 blaðsíður eða voru það upphæði. Það orðið miklu meira núna. Þannig að fólk á ekki séns í að lesa evrópsku lögin. Já, þeir segja þetta aftur og aftur og þetta hefur komið fram í nánast öllum hinum ritunum líka sem ég verið að vitna í. Það að fólk njóti ekki menntunar eða uppljómunar. Aðeins meiri dítel á því hvernig þeir brjóta niður fjölskylduna og kynjahlutverkin til dæmis og niðurbrót á heimilinu. Og þeir tala faðirinn á heimilinu, að þeir tala hérna að það mjög mikilvægt að áður en að karlmenn verða kynþroska eða verða mönnum, að það sé fullkomlega búið að, eins og þeir segja hérna á ensku, pussy-vibed, að það sé búið að kettlingavæða þá, áður en að þeir ná kynþroska eða ná þroska. Og þetta kemur í gegnum feminisman og bíómyndirnar. Þið sjáu að í öllum bíómyndum allir karlmenn eru hálfgerðir aumingjar. Og það mjög mikilvægt að brjóta niður karlmanninn og hlutverk karlmannsins og rugla öllum þessum kynjahlutverkum. Það stendur bara hérna. Og ástæðan fyrir þeir vilja brjóta niður karlmannin að karlmaðurinn af náttúrunnar hendi á aðeins betur með að svona rökhugsun. Karlmenn eiga yfirleitt aðeins betur með svona alls konar kerfisuppbyggingar og starffræði og fleira slíkt. Þið sjáu það að það bara í skóla eru miklu meiri einhvern veginn liggur starffræði betur fyrir karlmönnum en konum. Síðan talaður móðirina að konan stýrist fyrst af tilfinningu sínum áður en að hún af tilfinningu sínum fyrst og að rökhugsun númer 2 og þetta nú bara heil grunnfræðin undir öllu auglýsinga- og markaðsfræðunum og þið sjáu það á Íslandi stanslaust verið að höfða til tilfinninga kvenna. Það til dæmis þið sjáu þegar að byrja allar þessar nauðgunarsögur eins og í Noregi til dæmis.
stór hluti af þessu náttúrulega bara uppspuni að útlendingar séu svo vondir að þeir séu að koma til okkar landa til þess að nauðga konum og þeir sjáu öll þessi það bara ef þið aðeins kynni ykkur þessi fræði þá sjáu þið allar þessar herfi eða hvernig kerfisbundið verið að rugla tilfinningalíf kvenna og til dæmis þessi krafa öryggi í skiptum fyrir frelsi, það allt saman keyrt í gegnum konur eða svona kvenlegar tilfinningar. Já, konur eru meira tilbúna til þess að kasta frá sér frelsi fyrir öryggi. Karlmenn aðeins meira svona, já, býttu nú aðeins, ég ætla nú ekki að frelsi mitt nú meira virði heldur en eitthvað svona plat öryggi. Og til þess að þessi áætlun gangi þá mjög mikilvægt að rugla öll þessi kynjahlutverk og fólk og það náttúrulega kemur inn þessi líka divide and conquer aðferð að fá konur og kalla til þess að vera stanslaust að rífast. Þetta allt saman skipulagðar, þetta allt saman skipulagt og þetta inn í öllum þessum fræðum farið inn að brjóta niður fjölskylduna. Og síðan að tala börnin sko að það sem mjög mikilvægt að brjóta niður börnin áður en að þau ná þroska og þá sjáum við alla þetta Miley Cyrus eða hvað þessar Disney mellur allar saman heita. Já, þessi fræði þetta eru svolítið djúp fræði og kannski erfitt að gera grein fyrir þeim í svona stuttu eða í svona vídeói. Og ég hvet ykkur bara til að lesa þessi gögn sjálf og og það allt flæðandi í skjölu sem að endurspegla ástandið í heiminum og við sjáum bara fólk í Grikklandi og Spáni, það bara 60-70% aðtölinn eins og Spáni og fólk veit ekkert hvað gerðist og því lýst í þessum gögnum nákvæmlega hvað hefur gerst. Það stríð í gangi, kerfisbundið stríð og fólk virðist bara ekki átta sig á því einu sinni að það er að gerast. Og ef ég vitna lokum í frægan kall, þá talar hann að einstaklingurinn svo fatlaður þegar hann kemur augliti til auglitis við það samsæri sem svo stórt að hann getur ekki trúa að það sé til. Hann Amerikani þannig að hann tala hugur Amerikana, eða við getum sagt líka Íslendinga, hugur almennings eða fólks, getur hugur almenns borgara getur ekki einu sinni rammað inn þetta illa eða illmennsku þessa fólks að fólk hafnar þessu. Það ákveðin og þeir vita það náttúrulega í þessum heilaþvottastarfsemi að þegar þú sér svona mikið ógeð, þetta eins og bara þegar fólk lendir til dæmis í árekstri þá hefur heilin ákveðin lokunar, þú manst ekki mómentið þegar þú lendir í árekstrinu eða þú lendir í svo miklu áfalli að heilin hefur ákveðna automatíska lokun og segir hann áfram að almenningu bara það hafnar að þessar kenningar séu mögulega til og að þetta muni endanlega eyða öllu sem gott og hefur gildi, good and decent, siðvæðing. Og það náttúrulega líka það sem að þessi öfl eru kerfisbundið að gera að eyða siðvæðingu. Þeir vilja bara að það sé pínulítil elita sem að ræður öllu í heiminum og almenningur bara eins og maurar. Það það sem þetta fólk vill, það það sem þetta fólk að gera kerfisbundið og allar stofnanir, til dæmis alþjóðlegu stofnanir heimsins, það snúast að ná þessu fram. Og þá getum við talað stofnar eins og Council on Foreign Relations, Sameinuðu þjóðirnar, Bilderberg-grúppuna,
Club of Rome, Royal Institute of Alþjóðar International Affairs og The Trilateral Commission. Þetta allt svona stofnanir sem eru lengt og ljóst að byggja upp þessa þrælaplánundu. Og þetta svo stórt og þetta svo svakalegt að heilabú fólks bara getur ekki tekið við þessu, fólk bara lokar á þetta. Þessna þegar þeir eru komin yfir áfallið, finnið hvernig heilin bara blokkar, bara, nei, þetta getur ekki verið, þetta er bara ekki, hættu, ekki vera svona neikvæður, að þegar að þið vaknið, þegar við vöknum öll, þá eigum við séns, en ef allir ætla að halda áfram að sofa, þá kannski bara rétt það sem þið að segja, við erum ekkert merkilega en bara fé á fjalli.